Við ætlum að fá fréttir frá sveitafélaginu Ölfusi og Barbara Guðnadóttir á línunni. Komdu sæl. Sæll og blessaður. Jæja, hvað segirðu? Heyrðu, ég segi bara sljómandi fínt. Já. Við erum alltaf að tala saman svona í seinna fallinu í dag, af því að það er búið að vera stöðugur straumur á krökkum hérna á bókasafninu. Já. Mikið gaman. Hvert er tilefnið? Það er Norræna bókasafnavíkan, þannig að bókasafna á öllum Norðurlöndunum er að bjóða til viðburðar alla þessa viku og þetta sko hefðin eða svona kannski flest bókasafn hafa þannig og við erum hvert til að byrja með upplestri við kertaljós á mánudeginum og svo einhvern viðburð svona alla vikuna. En svona maður það bara sniðast akka eftir vexti, hérna höfum við aðeins breytt þessu og erum að fá til okkar á bókasafnið fyrsta upp í 8. bekk alla vikuna, þá kennararnir velja tíma og auðvitað er miklu betra að fá svona litla hópa. Þannig að þau eru koma, en við lesum við kertaljós og það eru góðir textar sem hafa verið valdir fyrir árið og þema ársins er vinátta og vinir, mjög gaman. Frábært. Er þetta eitthvað tengt þessu málþingi sem mun fara fram í dag? Reyndar ekki. Nei. Þetta er árviss viðburður sem að Norræna bókasafnavika og búið að vera í alveg fjölda mörg ár og er svona bara verkefni sem að bókasöfnin halda fram með og koma til með að halda fram með, þannig að þetta er óbúslega gaman og maður er að fylgjast með krökkunum, þau komið í 1. bekk, svo öðrum bekk og svo eru farin að þekkja alla fánana og vita alveg út á hvað þetta gengur. Já. Þetta hefur bara dásanlegt, mér finnst alveg óbúslega gaman að fá þau hingað í svona notalega stund. Já. Aðeins að draga út úr Amsterdam og á þessum tíma, því það er rosa mikið að gerast akkurat núna, það er náttúrulega allt og langt til jóla og samt er allt að verða villast út af því, þannig að þetta er svona svolítið, það er ágætt bara að setjast niður og slappa af. Það er ekkert langt í jólin, bara. Jú, þegar maður er krakki, þá er þetta svolítið langt. Já, reyndar. Af því að, þú veist, maður myndi helst vilja að þetta væri allt bara gerast á morgun. Jú. En málþingi hins vegar, það er mjög spennandi. Það er að vegum bókabæjana Austanfjalls. Sem eru sko stofnfélagar og þeir sem eru í bókabæjunum, það er sem sagt Hveragerði, Ölfus og Árborg. Og mér skilst að flóin alltaf bætast við og það eru bókasöfnin en líka einstaklingar og konubókastofan og Sunnlenska bókakaffið og fleiri sem eru aðilar að bókabæjunum Austanfjalls og bara einstaklingar og félög og allir sem að vilja, margir stofnfélagar. Og þeir eru að efna til þessa málþings í rauninni í framhaldi af barnabókahátíð sem að var á Selfossi í síðasta eða þar síðasta mánuði. Tíminn líður svo hratt að maður er alveg... Já, ég er að segja það. Er ekki alveg pottir á drásu, en þetta er þess að í rauninni í tengslu við það, núna verður fjallað hana lestur og barnabækur. Mér finnst yfirskriftin svo skemmtileg, af hverju þarf ég að lesa? Já, þetta er bara svo einfalt, af hverju þarf ég að lesa og það eru margir rosalega flottir sem ætla að reyna að svara þessu og náttúrulega hver svona með sínar áherslur. Óbúslega flottir, við þetta byrja klukkan 5:30 er hérna í Þorlákshöfn í menningarsalnum okkar, Versölum í Ráðhúsinu. Byrja klukkan 5:30 og það er opið öllum, það kostar ekki neitt. Menntamálaráðherra ætlar að koma og setja málþingið. Svo erum við að fá bara frábæra aðila sem ætla að fjalla þarna Margrét Tryggvadóttir, hún ætlar að halda fyrirlestur sem heitir Skipta barnabækur máli. Gerður Kristný rithöfundur sem allir þekkja, hún talar sko hvernig bækur breyta heiminum. Svo fáum við upplýsingar sennilegast læsisverkefni, reyndar verkefnastjóri þess verkefnis, hann er bara lasinn, þannig að hann getur ekki mætt, en ég á nú von á því að Illu kannski greina þess frá því verkefni. Já. Þetta er svona undan hans ráðuneyti komi. Akkurat. Og svo fáum við verkefnastjóra frá Reykjavík bókmenntaborg, það er verið að gera alveg ferlega spennandi hluti, Lára, hún segir okkur frá því. Svo kemur Andri Snær Magnason rithöfundur og hann er nú mjög duglegur að hrista upp í fólki því að hann gerir það og svo er hægt að spyrja þetta fólk alls konar spurninga. Já, frábært. Þetta er bara, ég held að það er óbúslega spennandi og ég mæli með því að fólk mæti fyrst allt þetta liðir að koma hinga til okkar að tala á þessu málþingi
þá bara að gera að mæta og hlusta hvað það hafa fram að færa. Það komið góði punktar fyrir foreldra og kennara og ömmur, frængur og frændur og alla. Já. Á það sama. Hvetjum fólk til þess að mæta klukkan 17:30 í Ráðhúsi Ölfuss. Og meitillin allar sem veitingastæðurinn í Þorlákshöfn og hefur tekið þátt í, held ég bara aðila að bókabæjanum Austanfjalls, allavega þau hafið verið með mjög skemmtilegt verkefni. Ef maður kemur hérna inn á veitingastæðin, þá eru hillur sem eru stútfullar af bókum og ég held einmitt að þar séu barnabækur. Já. Þannig að meðan þú býður eftir pizzunni eða hamborgaranum með hverju sem að þú hefur pantað, þá getur þú gripið í lukkuláka og horfið aftur í freskuna og láttu skemmta þér með góðri sögu. Já. Þannig að þau ætla að vera með ætla að búið til súpu og það verður hægt að kaupa sér súpu í hlénu. Glæsilegt. Þetta verður skemmtilegt. Er verið að raða upp hraðahindrunum í Þorlákshöfn þessa dagana eða? Já, það í svæðinu kringum skólan. Já. Það komin rosalega flott hraðahindrun sem var svona hellulögð. Af því að það var á einu stað í búðakverfunni hjá okkur, þá var hraðahindrun sem að fór eiginlega bara strax og þurfti að fara að ryðja snjónum í burtu. Já. Það endist svo illa þegar þarf að fara með þungar og miklar vélar yfir götuna. En núna komið eitthvað sem á að duga betur og varanlega. Þetta þó að sé ekki mjög mikil, ekkert brjálæðislega umferðina sem betur fer. Já. Þá samt, það alltaf smá, þarf að minna fólk á að hægja á sér í kringum svæði þar sem börn eru að leika. Það þarf sífellt að minna ökumann á það. Það þarf alltaf að passa það. Og þannig og sérstaklega núna í skammdeginu, þau sjást ekkit alltaf nógu vel þessi börn. Þó að ég óbúslega ánægð með framtak vístryggingafélags þó að maður ekki að hægja einhverju tryggingafélag en þau eiga samt smá hróskili fyrir húfurnar sem Já, alveg rétt. Fólk að fá. Þetta sjást nefnilega afskaplega vel og eru flottar, þannig krakkarnir vilja vera með þetta á hausnum. Já. En það bara mæli með og ég keypti fyrir mína strák á sínu tíma, þá keypti ég svona endurskinsvesti. Og það á meðan svo þykir það ekki nógu cool. Nei. En allavega ættu foreldrar að passa það að börnin séu með endurskinsmerki. Algjörlega, sammála því. Eitthvað að lokum, bara? Ég held ég láti þetta nú bara duga. Ég ætla að leyfa að halda áfram að lesa við Kertaljós. Já, þakka kærlega fyrir það. Takk fyrir þetta, bara að hafa gott. Og mæli með að fólk komi á málþingið. Já, hvetjum fólk til þess að kynna sig þetta nánarinn á ölfuss.is. Og mæta. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Takk, bless.